var til. Hún alveg sönn og þetta gerðist einmitt svona. Fyrir langa löngu í grári fornestu meðan veröldin var ennþá ung, var til Oddsdóttur og Broddóttur Broddgöltur sem átti heima á bökkum hins Skruggu Amazonfljóts og átt snigla og annað álíka. Hann átti sér vin, hægláta og seinláta skjaldböku sem átti heima á bökkum hins Skruggu Amazonfljóts og átt græn laufublöð og annað álíka. En þá var líka til Doppóttur Jagúar og hann átti líka heima á bökkum hins Skruggu Amazonfljóts og hann átt allt sem hann náði í. Þegar hann gat ekki veitt ádýr eða hlébarða átt hann froska og bjöllur. Og þegar hann gat ekki fundið froska og bjöllur fór hann til móður sinnar og hún kenndi honum að veiða broddgelti og skjaldbökur. Sonur sæll, sagði móður hans hvað eftir annað og veifaði skottinu tignalega. Þegar þú finnur broddgöld skaltu dýfa honum í ána. Þá hættir hann að hnipra sig saman og þú getur létið hann. Og þegar þú veiðir skjaldböku verður að krafsa hana út úr stjelinni með loppunni. Eitt kyrrlátt kvöld fann Doppótti Jagúarinn broddgöldin Oddabrodda og skjaldbökuna hægláta seinláta á bökkum hins Skruggu Amazonfljóts. Þau gátu ekki komist undan, svo að Oddabroddi hnipraði sig saman í kúlu og hæglát seinlátu dró höfuð og fætur inn í skjöldin. Þá voru þau bæði óhult fyrir Doppótta Jagúarnum sem sagði: Hlustiði nú á mig bæði tvö, því þetta mikilvægt. Mamma segir að ef ég nái broddgöld eigi að dýfa honum í ána. Þá hætti hann að hnipra sig saman og ég geti étið hann og ef ég nái skjaldböku eigi ég að krafsa úr stjelinni með loppunni. En hvort ykkar broddgöldur og hvort ykkar skjaldbaka? Þið verðið að segja mér þetta því ég veit það ekki. Ertu viss að þú munir rétt það sem mamma þín sagði við þig? Spurði Oddabroddi. Ertu alveg viss? Kannski hefur hún sagt að ef þú næðir í skjaldböku ættir þú að skóla að henni broddana í fljótinu og ef þú næðir broddgelti ættir að láta hann detta á stjelina. Ertu viss að þú munir rétt það sem mamma þín sagði við þig? Spurði hæglát seinlát. Ertu alveg viss? Kannski hefur hún sagt að þegar þú dýfir broddgelti í ána verður þú að gera það með loppunni og þegar þú náir í skjaldböku verður þú að láta hana hnipra sig saman í stjelinni. Ég held hún hafi ekki sagt þetta, sagði Doppótti Jagúarinn. Vil ég ekki segja þetta allt aftur en hægt og rólega. Ef þú dýfir loppunni í ána réttir broddgöldurinn úr krippunni, sagði Oddabroddi. En, sagði hæglát seinlát, ef þú verður loppin á loppunni skaltu bara stinga hann inn í skjöldin hjá skjaldbökunni. Skilur þetta ekki núna? Mér verður bara illt í doppunum, sagði Doppótti Jagúarinn. Segiði mér nú bara hreinskilnislega hvort ykkar broddgöldur og hvort ykkar skjaldbaka. Ég segi þér það ekki, sagði Oddabroddi. En þú getur reynt að krafsa mig út úr stjelinni ef þið sýnist svo. Aha, sagði Doppótti Jagúarinn. Nú veit ég að þú ert skjaldbaka. Nei, það ég sem skjaldbaka, sagði hæglát seinlát. En það var alveg rétt hjá mömmuðinni þegar hún sagði að þú ættir að krafsa mig út úr stjelinni með loppunni. Byrjaðu bara. Hvað gerist ef ég geri það? Spurði Doppótti Jagúarinn tortrygginn. Ég veit það ekki, það hefur aldrei neitt krafsað mig úr stjelinni áður, en það get ég sagt þér með sanni að ef þú vilt sjá mig synda burt skaltu bara kasta mér í ána. Ég trúi þér ekki, sagði Doppótti Jagúarinn. Þið tvö eru búin að rugla öllu sem hún mamma mín sagði mér. Ég veit ekki orðið hvor snýr upp á mér hausinn eða Doppótt skottið. Hún sagði mér að dýfa öðru ykkar í ána. Þú verður svo að hafa svo mikið áhuga á að vera kastað í vatnið að ég held þú kærir ekkert þau í raun og veru. Komdu þið bara út í gruggut Amazonfljótið í snatri. Ég varaði við, sagði hæglát seinlát. Mamma þín verður ekkert ánað með þetta. Ef þú segir eitt orð í viðbótum hana mömmu, sagði Doppótti Jagúarinn, skal ég... En hann kláraði aldrei setninguna. Hann horfði orðlaus á hæglátu seinlátu skjaldbökuna synda yfir að hinum bakka hins Skruggu Amazonfljóts, þar sem bæði hún og Broddótti Broddgölturinn voru óhult fyrir Doppótta Jagúarnum, sem fór æstur og reiður heim til mömmu sinnar. Sonur sæll, sagði móður hans hvað eftir annað og veifaði skottinu tignalega. Hvað hefur nú gert vitlaust?
Já, sagði Doppótti jagúarinn og snökti. það var eitthvað sem sagði að það vildi láta krafsa sig út úr slélinni og ég reyndi það og nú er aumingi loppan á mér full af einhverjum nálum. Sonur sæll, sagði móðir hans, þú lítur að hafa krafsað í broddgöld. Þú hefðir átt að dýfa honum í ána. Ég gerði það við hitt kvikindið, sagði Doppótti jagúarinn. og það sendi bara burt og ég er ekkert búin að fá éti í allan dag og ég er að fara slungri. Sonur sæll, sagði móðir hans hvað eftir annað og veifaði skottinu tignalega. Hlustaðu nú vel á. Broddgöldur hnipra sig saman í kúlu með brodda út í allar áttir og hann kann ekki að synda. Mér er alls ekki þá gömlu gefið, sagði Oddabroddi. Þessi lýsing var allt of góð. Jafnvel Doppótti jagúarinn gleymir henni ekki. Skjaldbaka getur ekki hnipra sig saman, hélt móðir jagúarins áfram. En hún getur dregið höfuðið og fæturnar inn í stélina og hún er duglega að synda. Doppótti jagúarinn hélt niður á bakka eins skruggu Amazonfljóts og tautaði fyrir munni sér. Ekki hniprast heldur syndir hæglát seinlát þetta var, aðeins hniprast ekki syndir, Oddabrodda sástu þar. Hann gleymir þessu aldrei aulins á Arnar, sagði Oddabroddi. Hvað eigum við að gera? Muldraði hæglát seinlát. En ef þú gæti nú synd og ég gæti hniprað mig saman, það myndi blekkja Doppótta jagúarinn. Frábær hugmynd, sagði Oddabroddi. Við skulum byrja að æfa okkur. Og hæglát seinlát kendi Oddabrodda að synda og broddgölturinn kendi skjaldbökuna að hnipra sig saman. Þau æfðu sig bæði kappsamlega þangað til þau voru bæði orðin leikinn í listinni. Sjáðu, sagði skjaldbakan. ég get sett afturfæturnar að bak við eyrun, heldur ekki að Doppótti jagúarinn verði hissa. Þetta er prýðilegt hjá þér, sagði broddgölturinn. en það er farið að teygja talsvert á brinnplötunum í skildinu þín. En ég hef ekki tekið eftir, sagði hæglát seinlát, að broddarnir þínir eru farnir að tengja saman í brinnplötur eins og það sem ég er með. Er það? Sagði broddgölturinn. Það lítur að vera því að ég er alltaf að þessu vassulli, eða heldur ekki að Doppótti jagúarinn verði hissa. Morguninn eftir komust þau á raunum að þau voru bæði orðin allt öðruvísi en þau höfðu verið. Heldur ekki að Doppótti jagúarinn verði hissa? Sögðu þau hlæjandi hvort við annað. Við skulum fara og hitta hann. Góðan daginn, sagði Oddabroddi. Hvernig líður henni mömmuðinni blessuninni? Henni líður prýðilega þakkaði fyrir, sagði Doppótti jagúarinn. en þú verður að fyrirgefa mér, ég man bara ekki svipinn hvað það heitir. Manst ekki hvað mamma þín sagði þér, spurði hæglát seinlát. Ekki hniprast heldur syndir, hæglát seinlát þetta var. Aðeins hniprast ekki syndir, Oddabrodda sástu þar. Mamma, Hrópaði Doppótti jagúarinn. það eru 2 ný dýr við í Gruggu og Amazonfljót í dag. Dýri sem þú sagðir að gæti ekki synt, getur það vel, og dýri sem þú sagðir að gæti ekki hnipra sig saman, gerir það eins og ekkert sé. Þau eru bæði með einhvers konar skjöld og hringa sig saman í kúlu. Ég er alveg ruglaður. Sonur sæll, sagði móðir hans hvað eftir annað og veifaði skottinu tignalega. Broddgöltur er broddgöltur og skjaldbaka er skjaldbaka og þau geta aldrei orðin eitt annað. En þetta er ekki broddgöltur og ekki skjaldbaka. Það er eiginlega sitt lítið af hvoru og ég held að það heiti ekkert. Vitleysa, sagði móðir hans. Öll dýr heita eitthvað og ég ætla að kalla þetta nýja dýr beltisdýr. Þangað til við dettur eitthvað betra í hug og ég myndi láta það í príði ef ég væri þú. Og Doppótti jagúarinn gerði eins og hann var sagt. Sérstaklega gætt hann þess vel að láta þetta dýr í príði. Og upp frá þessum degi hafa allir broddgeltir og allar skjaldbökur á bökkum þess Gruggu og Amazonfljóts verið kölluð beltisdýr og þau geta hniprað sig saman og teygt úr sér, stungið sér og synt, alveg eins og Oddabroddi og hæglát seinlát gerðu, en þau voru fyrstu beltisdýrin í veröldinni.